í þessum húsnæðispakka bara heilt yfir að ráðast að einhverju vandamáli sem ekkert endilega fyrir hendi og mjög sérkennilegt inngrip þetta tekið svona saman í heild. Ég held að þetta sé að skaða húsnæðismarkaðinn verulega og bara of mikil opinber afskipti bæði af hálfu ríkisins og af hálfu sveitarfélagana. Ef maður horfir bara svona út frá jafnræði sjónarmiði stjórnvalda þá spyr maður hvernig stendur því ef ég dúkka upp hjá borgaryfirvöldum og kem með einhverja krúttlega hugmyndum það að ég ætla að byggja svona húsnæði fyrir þennan hóp að þá get ég skotið mér fram fyrir röðina eða fengið einhvern rauðan dregin út fyrir mig því að þetta sé svo falleg og skemmtileg hugmynd. Ég þarf ekkert endilega að færa rök fyrir því að það sé mikil þörf eða eftirspurn eftir þessu tiltekna húsnæði. En ef ég bara svona þessi venjulegi byggingaverktaki sem ætla svona bara byggja fyrir þóra almennings að þá verður þetta allt saman eitthvað með miklu snúnar og erfiðara. Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Pólsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifundur eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppfærðan með RSS-slekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-slekkir sem að gerir hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Þorsteinn Víglundsson, þú kærlega velkominn, aftur. Herru, takk. Hvernig ertu? Bara ljómandi góður. Það ekki, ég sé það á þér. Þú mættir inn í gulum jakka. Já, það var öryggisbúnaðurinn í morgun og var að skoða nýja steypustöðu sem við erum að setja upp í Reykjanesbæ. Þannig að þá þarf maður að vera rétt dressaður. Já, þú ert hjá Hornsteini EHF sem í einhverju samfloti við BM Vallá og öðru fyrirtæki, eða ekki? Jú, Hornsteinn á sem sagt BM Vallá og Björgun Sement sem þá steinefnaframleiðandi og svo flytjum við inn sement þá líka. Þannig að við erum svona alhliða verðiskeiða fyrir steypuframleiðslu á Íslandi. Já, og ég hef einmitt verið að reyna að fara yfir alhliða virðiskeiðina í öllu sem við kemur húsnæði. Já. Og ég er að pæla í þessu og ég sá á Facebook að þú varst að skipta þér af þessu líka í sambandi við húsnæðispakkan. Já. Og ég hef vitnað, eins og ég var að nefna við áðan, ég vitnaði í spjall okkar sem að var endar off-air, eins og maður segir á góðri íslensku, sem að snýri að því að þú varst að segja við mig að þegar að það eru svona byggingaverktakar og smærri aðilar sem að verða fyrir auknu eftirliti þegar ríkisstjórnin sér fram á það að einhverjir sé ekki standa sig í stykkinu hvað varðar það að fylgja öllum verkferlum að þá sé það eitthvað sem að stórir aðilar geta tekið á sig en miklu erfiðara fyrir smærri aðila og þar alveg endur drukna þeir svolítið í þessu og ég veit að smærri aðilar hafa kvartað yfir þessu að það sé einmitt svona lögmaður sem að þarf að vera á þeirra snærum til þess að geta tekist á við aðstæður á byggingamarkaði. Hefur þetta skánað að þínu mati? Nei, þetta bara því miður alltaf að versna held ég. Þetta svona hvað maður segja eins og laukurinn nema að það alltaf verið að bæta við nýjum lögum í staðin fyrir að skræla þau í burtu. Þannig að það bara bætast við nýjar kröfur, nýjar þættir sem að farið fram á að skoða sig og bara umhverju verður alltaf flóknara og flóknara fyrir litlu fyrirtækjum á markaði og mér sýnist það bara vera orðið nokkuð augljóst að horfa á að þessi fjöldi smærri byggingaraðala sem voru að byggja eitthvað svona raðhúsaeiningar eða smærri fjölbýli þeim hefur snarfækkað og við sjáum að þetta miklu meira þá stærri verkefni sem í gangi og kannski þá þessi dæmigerði byggingaverktaki sem áður var að byggja og selja í eigin reikning svona í minni verkefnum er þá kannski frekar orðinu undirverktaki hjá þessum stærri aðilum sem að geta þá tekist á við bæði þá fjármögnunarumhverfi sem er orðið í dag og ekki síður þetta bara svifa sinna skipulagsumhverfi. Já, ég var að fylgjast með á verkefni, ég er ekki með þetta fast í hendi en ég man bara eftir ég var að fylgjast með verkefni sem var í Fossvogs dalnum að það var einmitt smærri aðili og maður tók alveg eftir því sem að maður var að endur að ræsa fasteigna síðanar
að þá var hann augljóslega komin í mikil vandræði út af því að hann var svo mikið stressaður af því að selja þessar einingar að það voru nokkuð stæðilega svona parhús en hann þurfti einhvern veginn að fara að búta það niður í smerri einingar til þess að takast á við fjármögnunarvanda og þetta var svona aðeins með minnir þegar þetta byrjaði svona svolítið að dala en núna erum við eins og flestir sem að hafa vitað á þessum málum segja komin í mjög sérkennilega stöðu á húsnæðismarkaði og þá ákveður ríkisstjórnin að setja inn risabreytu sem er þessi húsnæðispakki sem reyndar stjórnarandstaðan hefur sagt að það séu eitthvað lítill pakki. Þetta er gríðarlega stór pakki að mínu viti út af því að hann náttúrulega gerir leigusölum óhagkvæmara að leigja út sem er þá nokkuð fyrirsjáanlegt að því verði velt út í verðlagið en samhliða því að það verði jafnvel erfiðar að byggja út af því að það á að fara í ákveðin verkefni fyrir ákveðina hópa og þá verður alltaf einhvern veginn allt flóknara. En ertu sammála þessu? Hvernig horfir þetta við þér? Já, ég held að ég bara nokkuð sammála þessu. Sko. Ég myndi segja það fyrir það fyrst að ég get engan veginn skilið í raun og veru hver stefna stjórnvalda og hef búið að vera í, það er ekki bara við þessa ríkisstjórn að sakast, það er búið að vera í allnokkuð tíma. Við höfum markvisst verið að hverfa frá stuðningi við, getum við sagt, kaupendur á eigin húsnæði. Við höfum verið að þynna út vaxtabætur og það er eiginlega bara orðið þannig að það pör eða einstaklingar sem kaupa sér eignir og eiga það eigi fyrir í þeim sem þurfa að eiga til þess að standa greiðslumat standast þar alveg ekki við með vaxtabætur. Þannig að bara eignarhluti eða eigi fyrir þeirra orðið og hátt. En á sama tíma höfum við verið að auka í húsnæðisbóta þáttinn, þar að segja þá niðurgreiðslu og leigu, bæði í gegnum beinan stuðning en líka í gegnum þá þessi almennu leigufélög eða þær byggingar sem eru niðurgreiddar með stoppstyrkjum frá ríki og sveitarfélögum og það sem ég held að heilt yfir megi bara segja afskipti hins og opinbera af húsnæðismarkaði er bara orðin of mikil. Það er verið að grípa stöðugt frammi fyrir hendur á markaði það hvers konar húsnæði vantaði, hvaða form eigi að byggja, getum við sagt hvort það er einhverja sérkröfur það hvaða húsnæði uppfyllir kröfur hlutdeildarlán, það er sérkröfur húsnæði sem uppfyllir þá kröfur varðandi þessi almennu stoppstyrkja form, getum við sagt. Það hefur verið fjölgað verulega hér á undanförnum áratug félagslegu húsnæði. Vafalítið af þörf til að byrja með en ég sakna þess mjög á síðustu árum að það liggja lengar skýrar greiningar fyrir hvar þörfin á þá sérstaklega félagslega hlutur með þessum niðurgreidda hluta liggur en samt er haldið áfram að bæta í og það krefst að sé byggt meira og ég verð að viðurkenna að ef maður horfir bara svona út frá jafnræði sjónarmiði stjórnvalda þá spyr maður hvernig stendur því að einhver ákveðin hluti ef ég dúkka upp hjá borgaryfirvöldum og kemur einhverja krútlega hugmyndum það að ég ætla að byggja svona húsnæði fyrir þennan hóp að þá get ég einhvern veginn skotið mér fram fyrir röðina eða fengið einhvern svona röðan dregin út fyrir mig því að þetta sé svo falleg og skemmtileg hugmynd. Ég þarf ekkert endilega að færa rök fyrir því að það sé mikil þörf eða eftirspurn eftir þessu tiltekna húsnæði. En ef ég er bara svona þessi venjulegi byggingaverktaki sem ætla nú svona bara að byggja fyrir þóra almennings að þá verður þetta allt saman einhvern veginn miklu snúnar og erfiðara. Og ég er mjög hugsi yfir þessu 4.000 íbúða verkefni sem borgin ætlar að ráðast í Úlfarsárdal undir hatti einhvers innviðafélag sem ég get ekki séð annað heldur en séð það bara eitthvað svona nýr, milliliður í að flækja enn frekar skipulag og lengja byggingatíma. Sem að ráðherra líka segir að verði bara fjármagnað einhvern veginn sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, við getum auðvitað sagt að þetta er einhverja skýjaborgir bara ennþá, það liggur mjög lítið fyrir það hvað eigi að gera, hvernig eigi að gera þetta, eða hvernig eigi að fjármagna þetta, eða hverjir eigi að byggja þetta. En mér finnst þetta mjög sérkennilegt að þetta er mjög mikið inngrip í markað sem bara stór hópur starfar á, byggingarverktakar og fyrirtæki sem hafa það atvinnu að byggja húsnæði fyrir fólk og eru alltaf einhvern veginn sett þarna til hliðar því að
að stjórnmálamenn ætla sér þá miklu stærra hlutverk heldur en áður og hafa verið að sækja meira og meira í sig hvað þetta varðar. Ég held að þetta sé að skaða húsnæðismarkaðinn verulega og bara of mikil opinber afskipti bæði af hálfu ríkisins og hálfu sveitarfélagana. Þetta sjáum við bara, við getum tekið mjög mörg dæmi en við getum orðað að þannig að það er búið að biðja blandaðri nálgun í uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu í mjög langan tíma. Það hefur á síðastliðnum áratug hið minnsta ítrekka verið bent á möguleika á frekari uppbyggingu í Úlfarsárdal til þess að draga úr álæginu, getum við sagt, af þéttingarstefnunni sem eru þetta bara þéttingarstefnan sem slík er bara mjög góð. Þetta er skynsamlegt að þétta byggð en ef það er eina byggingaformið þetta þá ertu að fara í mjög dýr úrræði heilt yfir og við höfum auðvitað séð að ein afleiðing þéttingarstefnu á höfuðborgarsvæðinu hefur þetta verið mjög mikil uppbygging þá á jaðarsvæðum við getum kallað það þá hefur nýja stór höfuðborgarsvæði þar sem við teljum þá Árborg, Ölfus, Hveragerði og Reykjanesbæ, Akranes og svo framvegis og sem eru þetta eitt og sér bara ágætt og ekkert óeðlilegt að það sé eitthvað svona frekar útvíkkun, þar er meira svigrúm til sérbýlisuppbyggingar heldur en er kannski orðin innan borgarmarka í það minnsta og þetta er bara fjöldi fólk sem að kýs frekar að búa þá, ég veist að svona í aðeins meira þorpi eða mætti orða svo heldur en í stórborginni og ekkert aðtugast að það er bara valfrelsi fólks hvar það vill búa en við erum hins vegar svolítið að þvinga þessu atburður á fram kannski meira mæli heldur en ella hefði orðið af því að það er lítið framboð af þá svona hagkvæmara húsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu nema undir ykkurum sérhatti þá niðurgreiddra húsnæði eins og almenna íbúðakerfið er. Þannig að ég held að það fyrir lifandslöngum mátt fara í Úlfarsárdalinn og auka byggingamagni þar og þetta sjáum við að það máli Hrósa Hafnarfjörður hefur staðið sér vel, tölverður uppbyggingataktur þar, Garðabær er að koma sterkur inn núna, Kópavogur hefur verið í tímabundum vandræðum og svo sem verið gagnrýnt að Kópavogur hefur ítrekka beðið að þéttbýlismörkin séu þá útvíkkuð til þess að skapa svigrúm til frekari uppbyggingar sem að eitthvað hluta vegna hefur verið staðið gegn. Við veitum auðvitað borgin hefur takmarkað svigrúm en það eru samt svæði eins og þá aftur Úlfarsárdalurinn svæðið í kringum þá Korpu milli Mosfellsbæjar og Reykjavíkur sem er auðvitað verið að beggja vegna frá og svo mætti áfram telja og það er engin ástæða til þess að vera eingöngu í þéttingu heldur við mitt þvert á móti að reyna það að blanda saman í hæfulegu magni. Mér finnst líka bara út af því að þú nefnir einmitt Korpu hverfi sem að var náttúrulega hverfið þar sem að kannski innviðir voru ekki endilega eitthvað sem að spratt upp eins og við vildum sjá. Nú erum við til dæmis með grunnskólaðana sem að er ekki notaður eiginlega í neitt, hann hefur verið notaður sem einhver bútasaumur fyrir myglaðaskóla sem að þeirra börnin er sem sagt skutlað í þannig strætóm upp í Korpu hverfi til þess að meðan að það verða ráða örlögum myglaðs húsnæðis en ég það sem mér hefur fundið svo skrítið eins og ég tala við núna við nokkra verktaka vara þar sem að þeir eru mitt kvarta mikið við því að þeir eru kannski með eitthvað verkefni og fara til borgarinnar og segja ég man ekki hvað skurðpunkturinn er eitthvað kringum 83 fermetra þá ertu í rauninni komin mjög ólíklega með einhvers konar svona úrræði eins og hlutdeildarlán og annað og þeir segja bara ég held að ég geti selt bara 2 auka íbúðir skorið þess niður fermetrana og þá eru við undir þessum viðmiðum og þá eru við miklu líklegri til þess að selja með til þessara hugmyndafræðilegu hópa sem að eru eiga að fá þetta húsnæði en borgin bara nei, þetta það bara að vera svona og núna setja verktakar uppi með rosalega mikið af svona 83 til 100 fermetra íbúðum sem að falla ekki að þessum viðmiðum og þá getur fólk ekki verið að kaupa það og þeir setja uppi með fjármagnskostnaðinn og eru bara komin í eitthvað stresskast. Og þá ertum bara með aðra verktaka sem hugsa bara, heyrðu ok, þá ætla ég bara að geta að fara í verkefni. Það meikar ekkert sens fyrir mig að vera að fara í eitthvað með einhverju 100 milljóna í eitthvað verkefni til þess að vera stressaður yfir því eftir 2 ár ef þetta er ekki komið í lag. Ja, og sama tíma hefur verið kvartað við að vanti litlar íbúður og borgin verðist í þessu samhengi standa gegn því eða ég held að fyrir verktaka sem eru að byggja á frjálsumarkaði og eru að hætta eigin fé í slíka uppbyggingu megi alveg gefa þeim talsvert svigrúm til þess að meta hvaða eftirspurn
sé á hverjum tíma og svo eftirspurn kann alveg að vera breytileg og hún er fjölbreytt og við höfum alveg séð að það er fjölbreyttu uppbygging. Það hefur verið verktakar sem hafa verið að sérhæfa sig í svæðum sem eru kannski frekar hugsuð fyrir fólk sem er að minnka við sig efri árum, fara úr einbýli en vill kannski fara þá í fjölbýli af háum gæðum á góðum staðsetningum, hverfi eins og Lundurinn eða Bryggjukverfið í Garðabæ og fleiri slík hverfi hafa verið að byggjast upp til þess að mæta slíkri eftirspurn. En á sama tíma hefur verið mjög mikið ákallum fleiri minni íbúður og við sjáum alveg að það er vissulega, það er verið að byggja meira af smærri íbúður núna heldur en var gert fyrir sérlega fyrir hrun þar sem að kannski við sáum verulega stækkun í meðalstærð íbúa og síðan hefur það minnkað aftur. En þessi opinberu afskipti að því nákvæmlega hvað er byggt og hvernig er byggt og ef við bætum því síðan við þeim kostnaði sem hefur verið hlaðið ofan á nýbyggingar í bara skattheimtu fyrir sveitarfélög. Það er mjög gagnrýnivert og mér þykir mjög sérkennilegt í raun og veru að sjá hvernig þetta er einhvern veginn látið óátalið svona lengi. Ef við horfum bara á ein rökin fyrir þéttingu byggðar var að það væri bætt nýting innviða en samt sem áður erum við að leggja sérstöku innviðagjöld ofan á þessu verkefni. Það er verið að raun og veru leggja töluverðan þunga fjármögnunar sveitarfélaga í gegnum bæði innviðagjöldin en það er líka alveg vitamál að það er verið að niðurgreiða í raun og veru félagslega húsnæði því að borgin setur það bara skilyrði það hversu hátt verð hún sé tilbúin til þess að borga fyrir þær félagslegu íbúður sem skulu vera í skipulagi. Þannig að skipulagsgjafinn... Hvert er það hlutfall í dag? Það var eitthvað kringum 5% manni... Það er áfram í kringum 5% í flestum nýjum fjölbýlum í dag, fyrir utan síðan það sem er verið að byggja til hliðar í þá almenna leigukerfinu. En þarna er borgin sérlega en þetta í einhvern tilökum fleiri sveitafélög að beita skipulagsvaldinu til þess að þvinga fram hagstæða niðurstöðu fyrir sína eigin uppbyggingu sem er eins og bara bein skattheimta á þá sem er að kaupa sér fasteign í viðkomandi húsnæði síðan í framhaldinu. Þetta er aukinn kostnaður sem leggst þar á suma íbúa svæðisins en alls ekki alla. Þannig að við sem búum í eldra húsnæði berum engan kostnað af þessu en þau sem ætla að kaupa sér nýtt húsnæði þau bera þá þyngri kostnað en ella. Mér finnst það mjög óeðlileg nálgun og þessi bara miklu opinber afskipti af húsnæðismarkaðnum held ég að sé að valda okkur bara mjög miklum skaða og það sem er kannski alvarlegast í þessu við höfum alltaf verið með frekar sveiflukennt hagkerfi og byggingamarkaðurinn fyrir vikið mjög sveiflukentur því að geta okkar til þess að fjárfesta í húsnæði þetta mjög tengt hagkerfinu og kaupmætt á hverjum tíma. Þegar kreppir þá náttúrulega snarminnkar eftirspurn eftir húsnæði, fólk heldur að sér höndum með stóra fjárfestingar ákvarðanir sem bara mjög eðlilegt, sem þýðir aftur á móti að í svo sveiflukenndu umhverfi þarf skipulagstími, svona undirbúningstími framkvæmdarinnar að vera eins stuttur og hægt þannig að verktaki sem er að fara af stað með verkefni í dag geti svona með sæmilegri vissu séð fyrir að umhverfið ætti að vera honum sæmilega hagfellt þegar kemur að því að setja íbúðunar á markað. Þetta orðin bara byggingartími á góðu fjölbýli kannski lágmarki 2 ár þegar það fer að tala undirbúningstíma sem getur hlaupið á 3 til 5 árum þar ofan og þá sjáum við það sá fyrirsjáanleiki farin. Það veit enginn hvar íslenskt hagkerfi eftir 2 ár hvað þá 6-7. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Sérstaklega þegar það verða hendin húsnæðispakka og segja að þetta húsnæðispakki númer 1. Hvernig á ég segjum svo bara ég hafa enga þekkingu á húsnæðismarkaðin aftur á móti kemur einhver með góða hugmynd uppbyggingu einhverju hverfi
það búið að hendin hérna þessum húsnæðispakka og ég fer að reikna breytunar í Excel og segja, ok, ég get samt sem áður staðið undir þessu, en hvað ég þá, hvað þýðir að þetta er húsnæðispakki 1? Hvað verður húsnæðispakki 2? Og ef þau eru 4 ára kjörtímabili, hvernig á ég þá að gera ráð fyrir því að fjármagni mitt sé ekki meiri hættu heldur en ég get gert ráð fyrir akkurat þessum tímapunkti? Já, þetta segja stjórnmálamenn vilja nú gjarnan finna til sín ef að segja þannig, og ég man alveg að sjálfur kom ég að mikill húsnæðisumræðu þann stuttartíma sem ég var í félagsmálaráðuneytinu og þá var það er 2017 þá er mikil umræða um megnan húsnæðiskort og við fórum þá í mikla greiningu á því bara hvað væri í pípunum og hvernig væri líklega staðan verið að þróast eftir árið eða 2 og niðurstaðan sem kom tilbaka var eiginlega bara þessi vandi er leystur. Það er bara lausnin er að koma inn á næstu 2 árum og það reyndist vera rétt. Það vantaði ekkert svona mikið húsnæði. Það var raun og komið að þá stöðu að 2019 var húsnæðismarkaðurinn raun og komin í sölukreppu. Það var vaxtalækkurinn í COVID sem að réttir svo markaðin út úr þeirri krísu. Hressilega líka. Hressilega, já. Og þetta má alveg hafa það í huga að svona inngrip af sama hvað tægið þau eru geta haft mjög mikil áhrif. Þessi mikla vaxtalækkun í COVID sem að eftir á síðan nú ekki að gagnrýna, það var náttúrulega mjög mikil óvissa með hvaða áhrif nákvæmlega COVID myndi hafa, hversu lengi þetta myndi vara og svo framvegis. En það má alveg segja að vaxtalækkunin var ómikil miðað við það sem að í hönd gekk og hún hafði mjög mikil áhrif á fasteignaverð. Var þið líka lengi, það hefur verið mikið gagnrýni? Já, og Seðlabanki alveg hefur bara sagt að þegar við byrjaði að stíga á bremsurnar og seint en eins og segja, þetta er óvenjulegur atburður og erfitt kannski að það er allir snillingar í baksýnisspegli, það er svo auðvelt að horfa tilbaka og segja þarna var punkturinn, en það er náttúrulega alveg vonlust að spá fyrir að það þróst í honum. Þannig að ég er alls ekki að gagnrýna, þetta er bara lærdómur sem kannski má draga af þessu og opinberar aðgerðir, sérstaklega húsnæðismarkaði, hafa mjög mikil áhrif og við sjáum bara hvort sem eru aukin veðurhlutföll eða þrenging á lánsframboði, vaxtahækkun eða vaxtalækkun, skipulagsskilmálar, tafir í skipulagsferli, lóðaskortur eða of mikið lóðaframboð, allt er þetta þættir sem geta haft mjög mikil áhrif, góð eða slæm inn á fasteignamarkaðinn og þess að þurfa stjórnmálamenn að vanda sig í afskiptum sínum af markaðnum og stilla þeim í hóf, bara einfallega að segja er ekki megin hlutverk hins opinbera að segja við ætlum að tryggja hér skilvirkt regluverk auðvitað að húsnæði sem byggt er fyrir almenning standist þær kröfur sem við viljum gera til þess gæðakröfur svona húsvist hversu gott er að búa í því og svo framvegis fyrir skipulag sem við viljum tryggja það sé nægt lóða frambúð framöndan og svo kollakolli það er innviðir, skóli stofnbrautir og annað séu fyrir hendi þegar byrjaðir að byggja upp. Þetta er það sem að hið opinbera á að tryggja. En leyfa kannski markaðnum talsveit meira frelsi í því hvernig er byggt. Því að ég held að það sé alveg hægt að treysta því að verktakar sem eru að hætta verulegu fé hugi vandlega því hvers konar húsnæði sé eftirspurn á. Og það, bara með þennan markað eins og aðra, að það er fjöldi aðeila sem eru að reyna að finna sér sína syllur, ég vil reyna að fókusera á þennan markhóp og svo kollakolli. Ég er eiginlega nokkuð viss um það í þessum áætlunarbúskap eins og öðrum áætlunarbúskapum að þá er það ekki best til þess fallið að það setju ykkur í ráðhúsi eða annar staðar að meta það hvaða íbúðir eiga að byggja. Það bera ekkert tjónaði að hafa rangt fyrir sér á meðan að það er allt undir hjá byggingaverktakarnum. Já, þetta er líka, og þetta er ástæðan fyrir því að þegar ég las henni húsnæðispakka og ég held að sé að þú sett 50 þátturinn húsnæðispakkan frá þegar hann kom og það er maður langar svo mikið að ræða en út af því að það er líka annað í þessum húsnæðispakka sem að mér þykir gefa augaleið sem að er það að ég veit að þetta var erfið fæðing fyrir flokkana þinn gamli flokkur eða ekki gamli flokkur Viðreisn náttúrulega, Samfylkingin og Flokkur fólksins að það var erfið fæðing að samþykkja nákvæmlega hvernig þessu ætti að vera hagað. Svo er haft samband við verkalýðsfélögin í sambandi við Bjarg og Blær og allt það hafar í og svo náttúrulega haft mikið samráð við HMS
ekkert við verktakana og ég veit það bara af því að lesa plaggið. Svo er ég náttúrulega búin að spyrja þau í kjölfarið, en ég sá þetta plagg og ég bara, það er ekki búið að hafa neitt samráð við þá sem eru að fara að byggja þetta húsnæði. Nei, ég held að hann byrja það alveg klálega með sér og þetta er ríkispakki, þetta er þarna er bara við erum bara orðið löngu tímabært að ræða það hversu lengi verkalýðshreyfingin á að vera í einhverju forystusæti aðgang að byggingalóðum í gegnum þó sín leigufélög. Hvort sem að þau eru sögð til vera óhagnaðardrifin eða ekki, það er veruleg eignamyndun í kringum þessu félögum og það er ekki annað en að skoða ásetninga þeirra til þess að sjá hvernig það liggur og það er óeðlilegt að til lengdar sé bara alltaf rauður dreifillin út gagnvart þessu byggingaformi en almennir verktakar séu ekki einu sinni með í ráðum það hvað er verið að byggja eða skipuleggja og hvernig ég að vinna það. Svo líka samkvæmt öllum hagfræði lögmálum líka, þá er þetta mjög óskilvirk leið ef þú ætlar að fara sem skynsamlegast með fjármagnið og aðfengin Ég held að það var það sem ég gagnrýndi þessari stöðupörslu sem ég skrifaði þetta að þetta er bara heimskulegur ráðstöfun til lengdar að niðurgreiða leigu og þá er ég ekki að segja að það sé ekki þörf fyrir það fyrirkomulag að einhverju marki. Það er tekjulegsti hópurinn sem á bara mjög erfitt með að koma sér upp eigin húsnæði og fullkomlega eðlilegt að fyrir þann hóp séu til opinber úrræði með niðurgreiðri leigu. En þegar við erum farin að beina öllum megin þunga niðurgreiðslu inn í húsnæðiskerfið af hálfu hins opinbera inn á leigumarkað, þá megum við ekki gleyma því að það er alltaf á allan mæli hvar það hagkvæmara að eignast húsnæði heldur en að leigja það. Þannig að það er miklu eðlilegra að reyna að ná stærri hóp inn í eigin húsnæði og sérstaklega þegar við hugsun til þess að þegar komið er að eftirlaunaárunum að þá er yfirleitt þingstaða hjá því fólki sem er ennþá í leiguhúsnæði, er ennþá með fullan kostnað af húsnæðinu sínu alveg fram í endalokin, nær ekki einu sinni þá að njóta þess að búa í skuldlausu eða skuldlitlu húsnæði sem svona afrakstur ævinar og þegar við horfum í hið augljósa líka að það er ekkert mikið þyngri greiðslubyrði af því að eignast húsnæði heldur en að leigja það. Endanum ertu að borga húsnæðið með leigunni fyrir einhvern annan sem á það. Þannig að það að geta komist af stað, geta eignast húsnæðið þó að þessi með stuðningi hér svo bera löngum lánum sem er ekkert endilega bestu kostirnir, þá er það samt betri kostur heldur en að vera fastur á leigumarkaði allæfi. Og þess vegna sakna ég þess og ég myndi bara vilja sjá stjórnvöld snúa ofan af þessari vitleysu. Ég held að það sé kolröng stefna og að horfa miklu frekar til þess hvernig við styrkjum fólki í að eignast húsnæði þá þannig tekjulegsta lægri enda sem að þarf á stuðningi halda. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona er þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og segið þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú er tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Já, þetta er það sem að Sigurður Stefánsson sem er þróunaraðili hjá Aflvaka, minni mig, hefur bent á að stór hluti náttúrulega lífeyrissparnaðar fólks er bundinn í fasteignum á Íslandi sem að því það hann hefur farið yfir tölugögnum það hvernig staða fólk sem á húsnæði gegn því að í mótvægi við það sem að fólk sem á ekki húsnæði er bara gríðarlegur, aðstöðumunurinn er bara svakalegur og það er mjög líklegt að það fólk lendi einhvern veginn í meiri hrakföllum út af því að það er engin bjargaráð ef að þú ert ekki búin að fjárfesta í eigin húsnæði. Þannig að eins og ég segi og þess vegna er þetta líka svo skrítið út af því að stór hluti og ég var að tala með þetta við Dilja og Mist núna nýlega þar sem að við erum alltaf með þessa svona hugmyndafræðilega hópa sem einhvern veginn við erum rosalega mikið að koma til móts við en tala lægstu tekjutíundanir og annað en margar af þessum lægstu tekjutíundum eru oft kannski bara ungt fólk sem er eðli máli samkvæmt, menn einhvern tímann varst þú í lægstu tekjutíund, einhvern tímann var ég í lægstu tekjutíund, þannig að það einhvern veginn að stilla þetta ekki af
er líka svolítið heimskulegt að mínum mati, en það er annað í þessu líka sem að, eins og þú nefnir í samhengi við leiguna, sem er það náttúrulega að það er bæði verið að setja innspýtingu þarna, en samt verið að auka skattana, þannig að það eru tveir þættir sem er að hafa víxlverkandi áhrif á það að leigan muni koma til með að hækka. Já, og það má auðvitað bara spyrja sig í grundvaldaratriðum út í þá greiningu sem lagtur upp með í þessum húsnæðispakka. Það er búið að tala um að við séum í viðvarandi vanda, það þurfa að byggja miklu meira heldur en við höfum verið að byggja. Samt erum við með gríðarlegan fjölda íbúða óseldar akkurat í augnablikinu. Og við erum að horfa til þess að innflæði á fólki sem er að koma til þess að vinna hefur verið mjög sveiflukennt alla tíð, hefur mjög bara nátengt hagsveiflunni sem að eðlilegt er, og ég held að gleymi skjatan í þeirri umræðu. Þetta er ekki eins og hér sé stöðugur straumur fólks að sækjast eftir vinnu, þetta er miklu frekar að atvinnulífið er að fara út að leita að fólki til þess að manna störf sem vantar í, og ég þekki það bara í okkar rekstri. Það er miklu algengara við séum að leita allra leiða til þess að ná fólki inn, talningum þegar komið út í sérhæfðari störf, heldur en að hér sé bankandi fólk alla daga að biðja vinnu, og við sjáum það bara hvað skýrast í því að leið og kólnar í hagkerfinu að þá lokast fyrir þennan krana leið, ekki að því að við séum að loka á þetta er fólk sem er að koma inn í frjálsu flæði, það er einfaldlega bara ekkert að koma eigin frumkvæði, það er verið að sækja það, og þar af leiðandi er óraunhæft að búast við því að hér sé alltaf stöðugur netto innflutningur af erlendum hópum að koma til vinnu ef enga vinnur að hafa, og þar af leiðandi hvað þá að byggja húsnæðisbár eða áætlanir á slíkri þróun inn í eilíðina. Þannig að ég held að það sé fyrsta spáskekkjan sem að hefur verið höfð til hliðsjónar, og það að mínum mati bara strax frá því að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun fór að tala um að hér vantaði 4.000-5.000 íbúðir á ári, á gagnrýndi að þetta er bara spáskekkja í grundvallaratriðum, sko. En svo sem skiptir ekkert öllu máli ef að lóðaframboð og svona aðgangshindranir á markaðin er ekki miklar, þá aðlagar hans svo sem tiltölu auðveldlega og hratt að veruleika hvort sem það er upp á við eða niður á við. Aðalatriðið er bara tryggið að lóðirnar séu fyrir hendi og skipulagsferillin séu ekki á flókin. Öðru leyti þarf kannski ríkið ekkert að hafa neitt sérstakar áhyggjur af því hvort að það vantaði 3.000 íbúðir í ári eða 5.000. Þetta er mjög breytilegt á milli ára. En það sem að það er kannski þá fyrsta stoðin í þessum forsöndum stjórnvalda fyrir húsnæðispakka. Við þurfum að tryggja meira framboð og þá á alltaf ríkið að fara með Reykjavíkurborg í 4.000 íbúða uppbyggingu eitt og sér í Ólafsfjarðardal, og ég held að það sé alveg arfaveitlis hugmynd fyrir margar fleiri hlutasakir en þessar. En það er ekki bara þar, það er líka þá talað um það að ykkur íbúðasöfnun einstaklingar sé stórkostlegt vandamál, og ef við horfum bara á íslenskan húsnæðismarkað á undanförnum áratugum, að þá er þetta tiltölulega stöðugt hlutfall, það er svona það bil 15-17% íbúða er í eigu einstaklingar sem eiga fleiri en sem eiga 2-4 íbúðir, og þá getur við sagt náttúrulega þar með talið er væntanlega þeirra eigið húsnæði. En þetta er þá svona hópur einstaklingar sem eru upp í staðana leigumarkaði, getur við sagt, það er sára fáir sem eru í einhverjum stærri leiguumsvifum með þetta, og sennilega megnið af þessu bara hinn dæmigerða auka íbúð sem fólk er að leiga út. Við sjáum það hjá könnun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að þetta er hópurinn sem að leigusalarnir sem eru ólíklegastir til þess að verðtryggja leigusamningana sína. Kannanar hafa líka sýnt að þetta er hópurinn sem er líklegastur til þess að bjóða þér svona betri díl heldur en þið byggðist annars staðar. Þetta er oft svona mannlegri samskipti, þetta er fólk sem er að leita sér bara að einhverjum tröstum góðum leigjanda til langs tíma, vill ekki vera að standa í þessu vesin endalaust og er kannski frekar tilbúið til þess að hafa leiguna aðeins sanngjarnari með því að fá inn bara svona vandræðalaust fólk sem að er svo lengi. Þannig að yfirleitt er þetta kannski miklu hagstæðara að bara betra svona viðskiptasamband heldur en þegar komið er í svona opinber leigufélög þar sem út með kannski mun styrðara fyrirkomulag.
En þetta hópurinn sem að stjórnvöld alltaf einhvern veginn að skera upp herur gegn. Hún lítur á sem sérstætt vandamál á fasteignamarkaði og ég skil ekki rökin þar á bakvið. Ekki frekar heldur en þegar hortir á síðan hinn þáttinn sem þá Airbnb þáttur húsnæðismarkaðarins sem að allar hagtölu sína að raun og veru toppaði 2017 og hefur verið að fækka íbúðum á Airbnb allar götu síðan sem ég myndi þá segja bendi eindir til þess að það þurfi allavega ekki einhverjar aðgerðir að hálfu stjórnvalda til þess að stemma stigu við einhverju vandamáli á því sviði. Sennilega var þetta miklu frekar tímabundin sveiflujöfnun þegar á meðan að verið var að byggja upp hótel rými á höfuðborgarsvæðinu til þess að mæta þessari miklu straumi ferðamanna sem kom inn. Þannig að mér finnst vera í þessum húsnæðispakka bara heilt yfir að ráðast að einhverju vandamáli sem ekkert endilega fyrir hendi og mjög sérkennilegt inngrip þegar þetta tekið svona saman í heild. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betur. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græja rúðuna strax í dag. Nú veit ég að þú ert evrumaður og ég hnýttaði þessi í Dóru Björt sem að mætti í Silfrið. Ég veit ekki hvort þú sást það, hún er satt formaður skipulagsráðs hjá Reykjavíkurborg. Já. Og ég hnýttaði hans í hann át af því að hún var spurð þannig hvernig það ætti að leysa húsnæðisvandann og hún var náttúrulega húsnæðispakkinn kynntur. Og hún sagði að aðal vandamáli væri náttúrulega að við varum ekki búin að taka upp evru. Það hafði ekkert með að gera með stefnu ríkisvaldsins, heldur væri aðal vandamáli að við varum ekki búin að taka upp evru. Hvert ertu svo ég sletti sympatískur gagnvart því sjónarmiði? Nei, ég get nú vel ekki sagt það. Sko, já, ég hef sagt að ég er hlynntur alþjóðlega sanngirnishæfum gjaldmiðli bara út frá það sem ég tel vera til langstíma meiri stöðuleiki og þetta hagkvæmara fjármögnunar umhverfi fyrir okkur heilt yfir. Við borgum vaxtaálag fyrir krónu, það er alveg klárt. Hversu mikið erfitt að segja. Sko, ef við byrjum bara aðeins á gjaldmiðilsumræðinu sjálfri að þá finnst mér samt sem að það er bara mikilvægt í því samhengi að að ræða vandamálin svolítið vandlega bara kreddulaust. Stór hluti vaxtavandans okkar er heimatilbúin og hefur ekkert með gjaldmiðilin að gera. Það hefur einfallega með það að gera að við erum að hækka launum 6-7% eða það enn meira á ári og hagfræðin segir okkur bara einfallega að það býr til verðbólgu. Og ég hef margoft rifist við Vilja Birgis eða fleiri þetta en þið auglýsa bara það er svo kjánalegt að þurfa að vera í umræðum aftur og aftur hið auglýsa. Við sjáum bara að við getum skoðað okkar eigin hagsögu 30, 40, 50 ára aftur í tíman og séð að þetta er bara veruleikin okkar, þar að launahækkanir hafa drifið hér verðbólgu og það er algjört og kýrskýrt samhengi á milli þeirra launahækkana sem hafa verið og þeirra verðbólgu sem við höfum upplifað. Hagfræðin er bara mjög einföld í þessu samhengi, launahækkanir umfram framleiðniaukningu jafngilda verðbólgu og það er okkar veruleiki. Við tökum bara meðal verðbólgu til 30 ára, svona rétt tæp 5%, meðal launahækkanir yfir sama tímabil rétt tæp 7% og mismunurinn er framleiðni vöxturinn okkar að meðaltali á ári yfir þetta sama tímabil. Við getum hort á Norðurlöndin og séð að það er sama upp á teningunum þar, nema þau hafa bara hækkað launin miklu minna, verið með svipaða, kannski ívið minni framleiðniaukningu yfir sama tímabil en langt lægri verðbólgu og þar með langt lægra vaxtastig. Þetta er bara hagfræði 101 og
Það er umhugsunarefni að við séum endalaust að rífast það. Því að það er alveg sett að velta fyrir sig hvort að sólin komi upp á morgun eða hvort að þyngdarlögmálið sé ennþá í gildi. Sko. Þetta er bara frekar augljósar hagfræðilega staðreyndir sem eiga við hér sem annars staðar. Og eiginlega alveg magnað þegar maður horfir á bara efnaðisumræðu, fjölmiðlaumræðu þessi mála. Þetta er ennþá hans eða hún sagði umræða í staðin fyrir að segja bara tölurnar eru þarna. Það eru augljósar. Af hverju eru þið að berja höfðinu við steinin að reyna að brjóta þessi lögmál alltaf á hverju ári? Aldrei klikkað. Aldrei klikkað. Það verður aldrei virkað. Þannig að það er bara og svo kemur Villi og segir að þetta sé húsnæðisliðurinn sem er að drífa verðbólgu og gleymir því að kaupmátturinn ræður húsnæðisverði. Þannig að ef við aukum kaupmátt þá við skulum bara tölum stærðirnar á þessu að launahækkanir ráða húsnæðisverði. Raun húsnæðisverði fylgir síðan kaupmætti. Restin aftur verðbólgan. Þannig að það er bara fyrsta meginvandamálið okkar er þessi efnaðislega óstöðuleiki og það skýrir háa vaxtastigið okkar. Evran myndi lækka vaxtastig, það er alveg klárt. Hún myndi taka út allavega þetta svona, landsálag eða áhættuálag sem fylgir bara litlum óstöðugum gjaldmiðli. Við getum sagt, við erum mæntalega alltaf að vinna hér á eitthvað sem heitir 2-3% raunvaxtamun við svona helstu viðskiptaland okkar. Við myndum mjög geta minnkaðan með enn betri árangri í efnaðismálum en þetta er svona stærðin sem við höfum verið að glíma við. En þegar kemur á húsnæðismarkaði þá er ágætt að muna að vaxtalækkanir fara beint inn í verð. Þannig að ef að við myndum sjá eitthvað svona shift, getum við sagt við myndum skipta gjaldmiðil lækka vexti verulega, þá er það verulegur ávinningur fyrir þá sem eru á fasteignamarkaði, verðið á fasteignum þeirra myndi hækka. En það er ekkert endilega mikil breyting á því umhverfi sem til lengdar sem hvernig er fyrir þá fyrstu kaupendur að koma inn. Því að þau eru bara að koma þá inn í fasteignamarkað sem er á hærra verði. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. En núna hafa einhverjir sagt, ég er ekki nægilega vel að mér í sambandi við tengsl krónur og evru og vaxtastigs. En núna hafa margir fært rök fyrir því að krónan hafi í rauninni verið stöðugri heldur en allir aðrir gjaldmiðlar. Ef að þú reiknar með því að krónutöluhækkanir og annað. Ég var með Villa Birgisinn áðan, þú rétt mistir á honum, hann var hérna fyrir korteri. Og þá sagði ég við hann að hann sagði að það veri best stíll sem hann hefði nokkuð tímann gert. Ég sagði að það var nú algjörlega heilalög stíll út af því að þegar var minkað vinnuframlag 10% og hækkaðar krónutölunum 10% til að takast á 10% verðbólgu. Algjörlega flónsháttur í öllu sem við kemur eðlilegum lögmálum hagfræðinar. En hins vegar hafa margir sem að tala krónuna sagt að hún hafi í raun verið stöðugri þegar allt kemur til alls. Ertu ósammála því? Allavega svona síðastliðin ár, frá 2017 held ég að það sé svona markarinn sem er oftast nefndur. Nei, ég sjálfur sér ekkert ósammála því. Ég held að mig alveg hrósællega Seðlabankanum fyrir að ef við rifum upp við vorum nú alltaf á bólakafi í gjaldmiðlaumræðinu eftir hrun og þá var hún ekki mjög stöðug, það er að segja hún alltaf bara hrundi algjörlega og sýndi okkur þetta hvað hún var veik fyrir okkur þegar við lendum í alvarlegri krísu, því við lendum alltaf bæði í þungri bara efnahagskrísu, en við lendum líka á sama tíma í þungri fjármálakrísu, bankakerfið okkar bara fór á hausinn og gjaldmiðilskrísu, vorum að glíma við þetta þrennt allt í senn og en við lærðum ýmislegt af því og Seðlabanki gaf út skýrslu sem voru svona valkostagreining okkar í gjaldmiðlamálum og þar svona kannski má segja að bankinn sjálfur taldi krónuna áfram heldur betri kost heldur en upptöku erlends gjaldmiðil sem taldi það þó svona jafngildan eða lítilega lakari kost. Þetta þýðir að það
minni sveigjanleiki með því að vera með fastgengi stefnu í formi erlendra mynta sem hún hefur engin áhrif á. Hún getur alveg komið þér í koll eða skapa þér erfiðleika ef til dæmis virðið hennar mjög hátt svona relatíft við stöðuna í þínu eigin hagkerfi sem auðvitað örhagkerfi sem hefur engin áhrif á undirliggjandi virðið þessa alþjóðlega gjaldmiðils, hvort sem það væri dollar eða evra eða hvað það væri, þó að evran sé nú sennilega eini svona raunhæfi kosturinn sem við eigum í trúverðugri upptöku. En sko bankinn eins og lagði til breytingar sem að fólu í sér það sem við kallum svona verðbólgumarkmið plus eða þess að það var farið að horfa til þess að reyna að beita til dæmis gjaldeyrisvaraforða til þess að draga úr svona ýktustu sveiflunum í myntinni og að byggja upp mjög myndalegan gjaldeyrisvaraforða til dæmis og nýtti mjög vel tíman sem að ferðaþjónustan að vaksa hér hvað mest svona upp úr 2013, 14, 15 þá var verið að byggja samhliða upp mjög myndalegan varaforða. Það er þetta búið að setja alls konar hömlur líka. Það eru reglur um það hverju mega skuldsetja sig í erlendri mynd, það eru reglur um það hvernig gjaldeyrisviðskipti með eiga þessi stað og framvirkum viðskiptum settar ykkur á skorður og svo mætti áfram telja, þannig að það er þetta svona kannski minni stöðutaka með eða gegn myndinni sem slíkri sem dregur þá líka aðeins úr sveiflum á henni, en hún hefur verið bara alveg ágætlega stöðug undanfarin ár. Ekkert þetta andmæla því. Við sjáum þess að þetta núna erum við komið með kunnulegt ástand. Það er raungengi okkar eru mjög hátt á grundvelli launa, þess að við höfum hækkað laun langt umfram nágrannalönd okkar í mjög langan tíma. Það þýðir að við erum orðin mjög þanin. Og þetta náttúrulega svona hagfræðileg pæling alltaf en sko, við höfum alltaf séð það bara þegar raungengisvísitalan okkar á grundvelli launa fyrir mikið yfir 100, meðalgildið er kannski 80 þar í kring. Að þá sjáum við nú yfirleitt krónuna veikjast og hún er að veikjast núna. Er það ekki orðið nauðsynlegt samt? Jú, ég held að sé bara mjög eðlileg þróun og það er heldur engin ástæða til þess að vera með einhverjar hamfaraspár en það væri ekkert óeðlilegt að sjá 10-20% veikingu á gjaldmiðlunum við þessar kringumstæður. Og hún hefur eitthvað verið að veikjast náttúrulega núna það sem að svona í haust hefur verið nokkur svona skörp lækkun núna, getum við sagt, síðustu vikum. En það er svo kannski viðbúin þróun og eitthvað sem að lengi hefði verið spáð, þannig að við sjáum þetta bara að líka forsendur í þjóðarbúskapnum eru heldur að versna, bæði tímabundið, þannig að bara þessi bilin hjá Norðuráli kemur til með að hafa töluverð áhrif. Við sjáum að það er svona meiri blikur á lofti í ferðaþjónustu, sjávarútvegurinn er að kvarta ekki bara út frá skattlagningu, heldur líka bara það eru verið aðstæður á mörkuðum úti heldur voru kannski fyrir ári síðan eða 2. Þannig að það er svona ýmislegt sem að er kannski ekki alveg að þróast okkur í hag í augnablikinu og við þar kringustæður er alveg viðbúið. Þannig hefur þessum stöðismenn krónunar hafa sagt að það er gott að hafa hana við þessa kringustæður því hún veikist þá og styrkir hann stöðun okkar. Það getur verið kvikari, það getur verið fljótari að bregðast við. Já, og það má alveg, ég hef kannski frekar sagt mér hefur fundist krónan klipp okkur niður og snöru sem hefur komið okkur í sjálf. Þannig að við búum okkur til með of miklum launahækkunum svona innra ójafnvægi sem á endanum gengisfelling síðan leiðréttir og það auðvitað höfum við séð gerast ítrekkað en auðvitað má segja að sko frá því að krónan náði botni í hruni að þá hefur hún kannski verið svona á svipuðu róli getum við sagt. Það var nú ekki tala kannski öfgagildin en svona þegar hún náði smá jafnvægi svona fyrst eftir förum aftur til kannski 2011-12 og þá erum við búin að sjá evrugildi í svona dansandi í kringum 150. En hvar sko ég gerir ráð fyrir því að þú setja ennþá allavega einhverju leyti Evrópusambandssinni. Núna sko ég hef verið svona beggja blands með þetta, ég hef verið svona ég held að það geti alveg verið sniðugt og ég á vini sem eru mjög hlindir því að við förum í Evrópusambandið og annað, en hins vegar þegar ég bara sé stöðuna núna að þá einhvern veginn er ég sífellt minna spenntur fyrir því að niðurgreiða síðustu hjá Spánverjunum eða niðurgreiða delluna sem að Grikkinni gera eða annað og ég einhvern veginn sé ekki fyrir mér að þetta sé skynsamlegt. Þannig að sko þegar þú horfir á þetta, og því ég er líka hlindur öðrum gjaldmiðil, þú sagðir að það var ekki raunhæft að taka upp bandaríkjadollar, væri það samt ekki miklu skynsamlegra svona miðað við stöðu Evrópusambandsins, við þyrftum ekki að fara inn í eitthvað svona reglufargan sem að Mario Draghi er búin að útlista og segir að það sé algjörlega hræðilegt
væri ekki miklu betra ef við erum hlindið því að taka upp annan gjaldmiðil, að taka upp bandaríkjadollar, þá þyrftum við ekki að lúta einhverju svona dellu reglusetningum Evrópusambandsins og værum með miklu betri gjaldmiðil þar sem værum ekki að niðurgreiða síðasta annarra ríkja. Já, þetta var ekkit mjög gildislega spurning en sko Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Ég held að ég hef alltaf skilgreint sjálf á mig sem kannski, ég er ekkit endilega Evrópusambandssinni frekar en eitthvað annað. Ég hef bara hort, ég myndi einmitt miklu frekar segja að ég hef verið evrusinni og þá hlynntur aðild að Evrópusambandinu sem þó raunhæfustu leiðina til þess að taka upp alþjóðlegan gjaldmiðil. En ég horfði þetta kannski til í fyrsta leið þess veruleika að við gengum inn í Evrópska efnahagsvæðið á sínum tíma. Og það er alveg ljóst að það markaðsaðgengi skilað okkur mjög miklum ávinningi. Við tölum gjarnan um reglugerðarfarganið, við gleymum kannski hinni hliðin á því að það er að auðvitað er megin tilgangur þessa reglugerðarfargans sem slíks að það sé sömu reglur á innri markaðnum heilt yfir. Svo vitum við alveg og Draghi-skýrslan segir þannig bara berum orðum, það er búið að ganga of langt og það þarf að vinda ofan af. Við vitum það reyndar alveg líka að stór hlut af reglugerðarvandanum okkar er algjörlega heimatilbúinn. Hann er ekki Evrópuregluverkið heldur gullhúðunin okkar þar ofan á eða sjálfstæður hugdættur sem við höfum fengið og alveg misgáfulegar. Ég held að við getum alveg sagt fyrir 400.000 manna örþjóð að þá erum við með mjög þróað neytendaregluverk til verndar neytendum. Við erum með mjög þróað banka löggjöf út af aðild okkar að sameiginlegu markaði, eitthvað sem við ekki hefðum ef við hefðum átt að móta þetta allt saman og þróa sjálf. Í sífellt vinsælli umræðu fullveldi og fullveldis framsal má við alveg segja já, við höfum eitthvað lítið framselt eða getum við sagt bara outsourcað þessari reglugerðarsetningu. En auðvitað, mér finnst nú alltaf þessi fullveldisumræða alveg tómt bull því að við getum bara sagt meðan að þú ræður hver þú ert og hvar þú vilt vera, þá ertu með fullveldi sem þjóð. Að þú kjósir að vera í bandalagi með öðrum þjóðum þýðir ekki að þú sért ekki lengur fullvalda þjóð. Því þú getur líka valið að hætta því ef þið langar. Þú ert bara að meta hvar eru hagsmunirnir best borgið á hverjum tíma. Ég held að það sé alveg skýr lexía að við högnuðum mjög mikið af EES-samningum og þegar ég horfi á umræðunum þá inni eða úti í Evrópusambandinu þá er þetta að vita þau allir, það er rosalega erfitt að svara þeirri spurningu af því að við erum með rifrildið það getum við samið ásættanlega niðurstöðu fyrir sjávarútveg og landbúnað eða ekki og það er öðrum megin stendur fólk sem segir það er ekki neitt að semja og hinum megin stendur fólk sem segir þessi sameiginlega pakki sem þið séð þessi ekki hægt að semja er nú eitthvað sem var samið í öllum aðildarviðræðunum sem undan eru gengið. Þannig að vissulega verður hann alltaf tregbreytanlegri eftir því sem lengra er gengið en það er samt alveg dæmi Finnar sömdu sinn norður heimskauts landbúnað, hann var ekki til þegar Finnar kom inn og má alveg finna einhver sér úrræði fyrir það sem talið eru svona mikilvægir gríðarlega mikilvægir hagsmunir fyrir einstöku aðildarríki þegar þeir eru að koma inn og þá hefur verið samið einhverja sér lausnir. Tímabundnar, ekki tímabundnar, hvað er komin 30 ár síðan að Finnar gengu inn, rétt 30 ár.
ég veit ekki betur heldur en að norður heimskauts landbúnaðar ákveðin séu ennþá í gildi sko. En var ekki ég sá eitthvað myndband þar sem Össur var að tala um það hvað væri frábært að Evrópusambandið ætlaði að koma til móts við okkur með permanent eins og hann sagði það ráðum fyrir Ísland og þá var einhver þannig framkvæmdastjóri eða hver sem þetta var sem að tróði ofan í hann og sagði það ekkert sem heitir permanent samband samkomulag. En svo má alveg karpa þá þetta by definition sérstaklega í samningaviðræðum allar sérreglur kallaðar tímabundin aðlögun þangað til annað hefur verið samið. Mér hefur alltaf fundist þetta svona eiginlega tilgangslítið karp og leiðilega umræða til lengdar hún skilar engri niðurstöðu. Við munum aldrei vita svarið við þessari spurningu fyrir að við semjum okkur til niðurstöðu. Kíkja í pakkan? Ég kalla það ekki að kíkja í pakkan, ég bara ef ég labba til samningaviðræðna með það viðhorf að ég sé búin að tapa þessum samningum þá ætti ég kannski bara að sleppa því yfir höfuð, það mun ekki mikið gott koma út úr þeim. Ef við ætlum á annar borð eitthvað tímann að stíga þetta skref og nú veit ég ekkert hvort eða hvenær það verður gert, að þá gerum við það væntanlega með fullum ásetningum að ná eins góðum samningum og við frekast getum að því við ætlum okkur að lifa með þeim. Líka vitandi það að þeir munu fara í þjóðaratkvæði og væntanlega verða felldir ef þeir teljast ekki hagfelldir. Ég held að verði alveg nógu erfitt að koma góðum samningum í gegnum þjóðaratkvæðagreiðslu í þeirri polariseringur sem í þessari umræðu, hvað þá samningur sem teldust ekki á engan hátt fullnægjandi. En svo getur vel verið líka að það sé bara niðurstaða stjórnvalda ef það yrði raunin í samningaviðræðum að það fengjust engar ásættanlegar undanþágur eða sér lausnir til dæmis fyrir sjávarútveginn, að það verði bara ekki lengra að fara með máli. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast er við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Ég verið að pæla í þessu út frá leikjafræðinu og horfa svona á taflborðið eins og það birtist mér allavega. Og ég skil ekki, ég hef reyndar haldið því fram að Viðreisn, ég held að þið vilji ekki fara í Evrópusambandið út af því að mér þykir svo vond hugmynd að ýta þessu úr vöru núna út af Draghi-skýrslunni og öðru og líka bara orfum varðar markaði Þýskalands og annar staðar. En ég hef hort á þetta líka þannig að þú verður alltaf með þessa hefðbundnu fullveldis hægri sinnuðu svona íhaldsmennina sem að verða mjög mikið á móti þessu sem munu keyra, en hins vegar verður líka hinum hefur borðið þegar stéttarfélögin gera sig grein fyrir því að sem að væri náttúrulega gott að mínum mati og þínum mati að missa stöðu sinni að geta hækkað bara alltaf laun 10% á ári ofan í 10% verðbólgu sem er náttúrulega bara algjörlega út úr kú. En þegar þau missa þessa stöðu þá náttúrulega gera sig grein fyrir því að stéttarfélögin munu lúta alltaf annarri stöðu í hagkerfinu heldur en að hafa gert hingað til. Og þegar Sólveig Anna og allir sem eru vinstramegin eru komnir líka mótið þessu, að þá verður mjög erfitt fyrir Viðreisn og samfylkinguna jafnvel að keyra þetta í gegn. Það má alveg vera og fólk getur hvort sem maður er með aðild eða jákvæður gagnvart aðild eða algjörlega andjúgur eða hvað er, ég held fyrir það fyrsta bara hið praktiska í stöðunni. Ég held að við munum aldrei fara inn í Evrópusambandið nema á grundvelli einhverja krísu sem þvingar okkur þangað. Það sem að það skapast á einhver meiri samstaða það heldur en hefur verið að þetta sé rétta leiðin. Við sjáum að þetta er mjög pólariseruð umræða, þjóðin er klofin, það er ekki þingmeirihluti fyrir málinu að séð verði með að við allavega opinberar yfirlýsingar viðkomandi flokka. Samfylkingin virðist vera bara mátular hrifin að því yfir höfuð að fara. Kristrún sagðist bara alls ekki vilja gera þetta á 51%. Nei,
og ég held að út af fyrir sig sé alveg umhugsunar verði, er það reynandi af því að þetta líka ef þú tapar svo á 51% þá er náttúrulega svo umræða líka bara farin. Við sjáum þetta að Norðmenn töpuðu þá sínum aðaldar kosningum á sínum tíma og máli hefur ekki verið þar á dagskrá í 30 ár. Þannig að það máli velta fyrir sér þá sko er það skynsamlegst pólitík út af fyrir sig og þú ert hlynntur aðild að freista þess með við mjög þrönga stöðu eða frekar þá að bíða þar til að það er þá ríkari vilji til þess að fara en allavega lágmarka að það sé skýr þingmeirihluti fyrir máli. Þannig að ég held að bara raunhæft litið sé Evrópu umræðan ekkert sérstaklega mikið á dagskrá nema bara fyrir þá sem að nenna að vera áfram í sama reyfirildinu að kíkja í pakkan eða ekki kíkja í pakkan meðan að ekki farið af stað í alvöru viðræður. Ég held að það sé alveg ljóst að baki hverju þeirri ríkisstjórn sem færi aðildarviðræður þyrfti að ríkja þá nokkuð sterkur stuðningur meðan ríkur vilji meðan þjóðarinnar og þetta má segja að þessi ríkisstjórn hefur svo sem ekki lagt upp með neitt annað heldur en bara að spyrja þjóðina og þetta er það þá einhver niðurstaða veganest eða ekki sem fæst út úr þeirri niðurstöðu en ólíklegt kannski við þessar kringustæður að þessi umræða sé að fara mjög langt með við þann pólitíska vilja sem bara veruleikann sem er á þingi. En ljúkum þessu þá aftur á húsnæðismálunum út af því að við vorum svo mikið að gagnrýna það sem að betur mætti fara. Ég hef reyndar það sem að illa er gert en við kannski langar aðeins að enda þetta á bara það sem betur mætti fara. Ég er náttúrulega búin að fara rauk fyrir því að húsnæðismarkaðurinn er bara þannig að þú ert með mjög mikið af pening sem að er stressaður gagnvart tíma sem að er oftast mikill. Þannig að húsnæðispakkin er óumflýjanlega búin að hafa mikil áhrif og menn byrjar að aðlaga sig að ákvarðanatöku eða sínum ákvarðanatöku gagnvart því. En ef þú ættir út af því að þú ert í þessum geira og ert að pæla í þessu, hvað getur ríkisstjórnin gert til þess að vinda ofan af vitleysunni eins og ég myndi segja? Þú kannski tekur ekki svo sterkt til orða, en hvernig myndirðu telja að ríkisstjórnin getur hreyft sig til þess að minnka þær álögur sem að kunna að verða í kringum enn húsnæðispakka? Sko ég held að það veru kannski 3 meginskref sem ég teldi bara mjög mikilvæg og skynsum. Það er náttúrulega fyrir það fyrsta einfalda regluverkið í kringum byggingarnar sjálfar, bara byggingarreglugerðirna, ferilinn í kringum úttektir og við erum með mjög flókið umhverfi í kringum bæði byggingarreglugerðina, byggingarfulltrúana, svona breytir þetta eftir sveitafélögum og þarna mætti alveg klárlega einfalda verulega. Einföldum skipulagsferðana. Þeir eru að taka allt á langan tíma. Sveitafélög eru að setja bara held ég allt of mikið inn í sína skilmála, komin í of mikla skoðun á því, ég veit ekki hvort það rétt er eða ekki, en til dæmis bara þessu umræðum Reykjavíkurborg og 45.000 óselda verslunarfermetra á jarðhæðum í þéttingarreitum. Ef rétt er hversu heimskulegt er að halda þeirri uppbyggingu áfram óbreyttri, það er þá einhver veruleg heyrnarskerðing hjá skipulagsyfirvöldum í borginni ef það verður og við heyrum allavega verktaka kvarta mjög sáran undan því að þetta eykur kostnað við bygginguna. Það verða fermetra sem að ganga ekki út, seljast ekki, leiðast ekki á góðum kjörum, þeir orðin byrði fyrir verktakan sem þarf þá væntanlega að reyna að hækka verðið enn frekar á þeim íbúðum sem eiga að seljast í viðkomandi byggingum. Þannig að einföldum þetta, hraðari skipulagsferill og einfaldari og kannski svona bara í því samhengi minni ríkisforsjá eða sveitafélagsforsjá um þann nákvæmlega hvað skuli byggt eða hvernig. Fyrir þannig það bara þær gæðakröfur sem við gerum til kerfisins. Og ég er bara mjög hrifinn af því þessum húsnæðispakka að það er verið að tala um einfaldara regluverk. Ég held að því mætti bæta við þá einföldum skipulagsumgjörðina. Í þriðja lagi þá náttúrulega myndi ég horfa til þess bara í
í fjármögnun sveitarfélagana, það alveg augljóst að sveitarfélagin að sækja í byggingamarkaðin sem fjármögnunar kost fyrir sig og það löngu tímabært að taka upp umræðana fjármögnun sveitarstjórnarstigsins heilt yfir, skiptingun á milli ríkis og sveitarfélaga og ríkið hefur að mínu viti beitt valdi þar, bara lagt kvaðir á sveitarfélögin án þess að þeim kvöðum hafi endilega alltaf fyllt fjármagn og bara eiginlega nýjasta dæmið slíkt þá til dæmis núna bara mál sem held ég að sé verið að klára í þinginu í dag sem fullgilding þá samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðra. Nú ég ekki að andmæla því að slíkir samningar séu fullgildir en það hefur margoft verið varað við því að það séu gert án þess að því fylgi þá kannski skýr lagaleg leiðbeining það hvað í því felist. Því að þarna bara verið að fylla út óútfylltan tékka sem lendir í stærstum hluta á sveitarfélögunum og ríkið ekki að senda neitt pening með. Þannig að þetta ekki ábyrg fjármála stjórna hálfu eins og opinbera að vinna með þessum hætti og þess vegna held ég að það þarf að stokka upp spilin milli ríkis og sveitarfélaga hvað þetta varðar og reyna þá létta fjármögnunar þörf sveitarfélaga af byggingamarkaði því að þetta bara heimskulegt til lengdar, við erum að keyra upp kostnaðina því að byggja og sama tíma við erum að kvartunda því ekki sé nægilega mikið gert. Nei, ég hef unnið með fötluðum í 16 ár og ég veit nákvæmlega hvað samningu voru að tala og ég hef líka að vera að skamma okkur fyrir það og það var einhver sem nýtt í, ég held að vera Íran sé eitthvað búin að fulluða innleiðan og Íran ekkert búin að fulluða innleiðan og það alltaf verið að skamma okkur undir þeim formerkjum að þetta sé eitthvað sem að allir eru búin að innleiða nema við og svo eins og þú segir að praktískt eðli samningsins ekki í neinu samræmi kannski við þann raunveruleika sem við erum með eins og það að sértækt húsnæði til dæmis einn þáttur þar sem að barist fyrir því að allir sem þurfa þjónustu að halda séu í sér íbúð og það alls konar Íva Adrikheim sem náttúrulega blind sjálf og hefur þurft á ekki mikla þjónustu svo sem en hún með NPA sem einn þáttur í þessu sem náttúrulega eitthvað sem að bara frábært skref en það eins og þú segir, það engin fjármögnun, það engin áætlun það hvað þetta á að þýða heldur hefur þetta verið rosalega mikið Inga Sæland að klappa sjálfur sér að bakið fyrir það að innleiða eitthvað sem að hún virðist ekki tekja mikið til sjálfs. Nei, nú ég engin sérfræðingur í þessum samningi, það sem ég hef bara heyrt sjálfur ítrekkað bæði í tíðminni í pólitík og bara þar á eftir varað við samningurinn metnaða fullur samningur með markmiðum það hvernig að þessum málum skuli staðið en auðvitað ætlað þá viðkomandi aðildarríkjum til útfærslu í gegnum lagasetningu hvernig það skuli gert ef við lögbindum hann án þess að klára þær útfærslur að þá má alveg búast við því að ykkur aðilar reynir bara að sækja þá á rétt sinn samkvæmt óskilgreindir í löggjöf því að það er það búið að gefa nú lagalegt gildi en með mjög óskýrt hvernig þá markmiðum hann skuli náð fram og það þá væntanlega bara hagsmunaaðilar að reyna að sækja á sveitarfélög eða ríki eftir atvikum þau réttindi sem þau telja sig eiga þá en ekki hafa verið útfærð af hálfu löggjafans. Já, svo náttúrulega hef ég setið við kjarasamningsborði hjá Samhengi þar sem við erum með þetta sem kaup og kjör og þá einmitt fólk sem að ræða þessi mál í sambandi við fatlaða og þjónustu við þá og ég veit alveg að þetta gildir líka heilbrigðiskerfið að einmitt þegar einhver setur út á eitthvað þá veitu ertu eitthvað óanægð með það að fatlað fólk fái ekki sitt? Ertu eitthvað ósáttu við það að fólk fái heilbrigðisþjónustu sem að á raunverulega skilið? En það einmitt bara þegar maður heyrir Runólf Pálsson tala til dæmis það núna heilbrigðisstéttirnar ætla að fara að auka námið upp í 5 ár úr 4. Hvað þýðir það? Eru það hjúkrunarfræðingar sem eru nú starfandi að fara þá í viðbótar ár? Nei, örugglega ekki. Þau eru að búa til þessi 20% betri stöðu þegar það kemur svo næsta kjarasamningum þrátt fyrir það að þau segja það ekki. En þetta í þessum eldfimmu málaflokkum þá oftast eitthvað og þú varst náttúrulega félagsmálaráðherra þannig að þú kannast örugglega við þetta. Að þú ert svo bara í hausinn með þér. Já, ég meina og það alltaf sterkast af opnið í svona umræðu býtu eftir á móti réttindum þessu hóps. Nákvæmlega. En umræðan snýst ekki það heldur bara á endanum endalösu viðfangsefni stjórnmálana hvernig höfum við efni á að veita það þjónustu sem við viljum veita og hvernig förum við það sem best með það peninga til þess að geta veitt eins góða þjónustu og við frekast getum
án þess að vera með ríkisfjármál á hliðinni. En svo snýst þetta heldur ekkert alltaf peninga sko, það snýst líka bara notagildi aðfanga sko, að við séum með fólk sem að getur staðið í þessu, að við séum þá, þetta mjög einkennilegt alltaf spurningum peninga sko, staðan fyrir alltaf að hugsa hvernig getum við fengið sem mesta framleiðinu úr hverjum starfsmanni, en þá ertu alltaf komið með sko stéttarfélagi til að berja hausinn sko. Já, þar liggja peningarnir á endanum innan gæðslega þar að segja bara með því að gera hlutina skilvirkar heldur en við erum að gera og þá getum við væntanlega gert á endanum meira fyrir sama pening. Þannig að það horftir á bara grunn vandamál ríkisfjármálanna. Við erum búin að auka opinber útgjöldum eitthvað fjórðung á rúmum áratug á mann á föstu verðlagi og það er bara fjandi mikið í mínum huga og ég sé enga breytingu á því hjá núverandi ríkisstjórn. Mér sýnist að þrátt fyrir gagnrýni á hinna fyrri óábyrga ríkisstjórnarstefnu þá sé nú bara mjög svipari stefnu fylgt áfram nema kannski þá yfir meiri vilji til nýra skattlagningar heldur en hjá þeirri fyrir. Ég held að þetta sé helmingi meiri, ég var eitthvað glögg í þessu, mér minnir þetta hafi verið kringu 2014, það var þetta verið kringu 900 miljardar og er núna 600 miljardar, þannig að en fyrir 83% jáfnvel. Við erum með þá 4 milljónir á hvern íbúa í opinber útgjöld í dag og það hefur aukist 25%. Okkur hefur náttúrulega fjölgatalsveit á þessu tímabili. En það er á rétt og þetta er aftur og líka á föstu verðlagi þannig að verðbólga þarna líka. Já, en heyrðu, áður nú kanselaðar alveg, þá ætla ég bara að loka á þig. Þorsteinn Víglundsson, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Takk sem leys.